Ég skil alveg Evrópusambandið, auðvitað eru þeir ekki að fara að samþykkja undanþágur. Ég er ekki alveg sammála því. Núna erum við búin að sjá bæði Marta Kos og Kostas Katis. Marta Kos sem sagt stækkunarstjórinn og Kostas Katis sjávarútvegs framkvæmdastjóri Evrópusambandsins. Þau eru bæði búin að segja að það verður tekið tillit til Íslands út af því að við erum með svo sérstaka með varanlegum undanþágum. Það verður allavega tekið tillit til þess. Ég veit ekki hvort það verður varanlegar undanþágur eða sérlausn eða hvað sem það verður. En þeir sem eru að tala fyrir þessu, þetta það sem ég finnst svo skrítið alltaf. Af hverju eru þau svona feimin við að tala varanlegar undanþágur? Ég skil alveg sko að þeir segið ekki við förum ekki inn við fáum varanlegar undanþágur, en að það sé ekki einu sinni sko eitthvað svona samningsmarkmið. Það eru samningsmarkmið að skoða valkosti okkar varanlegar undanþágur ættu að vera sérlausn. Hvað því sérlaus annað en varanlegar undanþágur? Tökum dæmi, Svíþjóð og Finnland fóru núna í 94 held ég að hafa verið eða hvað það, nei jú, ég held að það 94 en þú veist það er náttúrulega bara sameiginlegt markmið hjá Evrópa, tökum bændur eða landbúnað sem dæmi. Já. Það er náttúrulega bara sameiginlegt markmið hjá Evrópusambandinu að það sé sama samkeppnishæfni hjá öllum Evrópulöndum. En Svíþjóð og Finnland segðu bara það meikar ekki sens fyrir okkur að við fáum sömu, eða bændurnir okkar fáum sömu styrki og þú veist, bændur í Frakklandi og Þýskalandi sem að hafa miklu auðveldara. Sögðu bara nei, það meikar ekki sens. Við þurfum að geta gefið bændurum okkar frekara styrki og núna sem sagt 60 staðar önnur reglan sem er sérlaust og hún segir bara til það að því norðar sem ferð norðan við 60 staður aðra breytagráður þá getur við fengið hærri styrki frá ríkinu og þetta til dæmis eitthvað sem við getum gert út því að við erum í svo mikil sérstöðu þegar kemur að til dæmis fiskimiðum okkar. Það er engin önnur fiskimið sem að koma upp á okkar. Við erum með staðbundna fiskistofna sem við veiðum úr 70%. Síðan þurfum við að skoða hvernig það er með makrílinn og allan flökkustofna, takk. Það er náttúrulega deilum með Færeyjar og Noreg þegar það kemur að því. En ég sé það ekki hvað að stoppa okkur allan frá því að fara í samningsviðræður. Skoða hvaða sérlausnum við getum fengið. Við erum í sterkri samningastöðu núna. Af hverju ekki gera það núna? En við erum ekkert í svakalega góðri stöðu. Fyrir kosningar sagði Kristrún Frostadóttir sem náttúrulega vill ekki snerta á þessum Evrópusambandsumræðum með priki sko, og þar held ég svolítið setur ykkur í svolítið vonda stöðu sem að tala fyrir Evrópusambandinu að forsætisráðherra vill ekki tala fyrir aðild og hún nema hún sé algjörlega krafin það að segja eitthvað um Evrópusambandið að þá sleppur hún alveg að fjalla það sem að ég skil alveg út að hún ætlar ekki negið held ég orðið óumflýjanlegt núna í ágúst og þar af leiðandi vill hún ekki setja sinn pólitíska feril að veði út af því að það mun náttúrulega vera ákveðin áfellisdómur fyrir ríkisstjórnina ef að negið kemur í ágúst. En ef við höldum okkur við þessi sjávarútvegsmál